En Bragi Bjarnason mættur til okkar. Sælir. Frístunda og menningar. Jú, það fulltrúi. Eitthvað í þáttina. Ég gleymi þess alltaf. Já, það skiptir engu máli. Velkomin. Já, takk fyrir það. Herðu, nú bara málana. Það eru jólin. Já, þú veist, nú getur ekki svona jólulegt úti kannski. Nei, ertu þá að tala um að vandi snjóin eða? Já, það ekki það sem maður svona... Jú. En það rosalega gaman að hafa sér svona hlýtt og fínt sko. Maður gæti klára svona síðustu sumaverkinu síðustu helgi. Já, miðað við árstíma þá er þetta svolítið skrítið en hérna ég held þetta verði svona fram að áramótum. Ég held að fyrri hálfleikur verði hlýr. Og greinilega bara allt í lagi sko, því að það er hlýtt úti og við sáum það núna þegar við vorum að kveikja á jólaljósunum síðasta 5. 13. nóvember sem nú kannski sömu finnst svolítið snemt en náttúrulega líka mikið til bara til að lýsa upp skammdegið. Það er dimmt á morgnana og það er orðið dimmt kaffileiti, þannig að við viljum hafa eitthvað ljós til þess að lýsa þetta upp. Að það var rosalega gaman að sjá hvað margir komu. Ég held að sjaldan verið jafn mörg sem tökum þátt í þessu. Frábært. Og eitthvað kannski segir manni það að því að það var svo fínt veður að það hlýtt að fólk bara var til í að fara út að labba og skemmta sér aðeins. Já, nákvæmlega, og það var margt manninn og ég sá það og upplifði, það var skemmtileg stemning fram til kvöldi. Já, þetta var flott og gaman að hvað allar verslanirnar eru fannar að taka þátt og búin að gera það í mörg ár að hafa opið fram á kvöld og þetta er svona sérstakur svona stemningsdagur þegar við byrjum á þessu. Já, nákvæmlega. Og svo höldum við bara áfram núna. Nú erum við að opna jólatorgið helgina. Fólk hefur vonandi tekið eftir því. Það er búið að vera að skreita og setja tréð upp og þetta er að verða alveg heljarinnar jólaskreiting því þetta er náttúrulega líka skreiting. Stórt og glæsilegt tré þarna komið. Já, það er ekkit leiðilegt að keyra yfir brúna og sjá þegar búið að kveikja undir ljósunum og gera þetta eins og þetta á að vera. Nei, nákvæmlega. Þannig við ætlum að opna þarna á laugardaginn í hádeginu. Þá opna húsin og við byrjum að selja jólavörur og alls kyns handverk. Og síðan klukkan 4 ætlum við að fara í þessi formleg heit að kveikja á jólatrénu. Þá kveikjum við á ljósunum og stjörnunni á toppnum. Og núna í ár ætlum við að fá leikskólabörn úr Árborg, úr öllum leikskólum Árborgar, þeir sem eru á svæðinu og vilja taka þátt. Já, bara öll bara sem vilja koma og taka þátt. Glæsilegt. Mæta þarna og telja niður og hjálpa okkur við að kveikja á þessu og svo ætlum við að syngja fyrir okkur eftir nokkur velvalin þekkt jólalög. Já. Þannig að það er rosalega gaman að geta tengt börnin við þetta eins og við viljum nú svo oft gera. Þetta er jólahátíðin og talaðum hátíð barnanna og alveg saman hvað aldrei þú ert eitthvað. Já, það er nefnilega málið að þegar það kemur að þessum tíma þá lifnar við barnið í manni sjálfum. Nákvæmlega. Það er nú bara þannig. En þau ætla sem sagt að vera með okkur á laugardaginn ásamt fleirum. Við ætlum að byrja hérna með viðburð á sviðinu klukkan 3, svona aðeins til þau. Hérna Jón Tryggvi og Unnur Arndísar eða Unión sem eru rosalega flott. Mjög flott. Búa nýra á ströndinni. Ætla að koma og spila fyrir okkur fallega jólalög hérna á laugardeginum. Og svo ætla krakkarnir að syngja fyrir okkur hérna í smá tíma á eftir. Og svo á sunnudeginu verðum við núna semst verður torgið opið á föstudögum, laugardögum og sunnudögum semst eftir þessa helgi. Já, það er lengri opnunartími heldur verið fyrir það ekki? Já. Það var bara laugardag og sunnudag? Já, nei, við vorum bara á laugardögum fyrir. Bara á laugardögum, já, það er rétt. Erum að reyna að byggja þetta upp og nú hefur hún hérna, Sigrún Hauksdóttir tekið að sér að vera hérna með húsinn og svona heldur utan þau fyrir okkur, þannig að við getum aðeins lagt meira í þetta og ætlum að reyna að hafa opið núna á föstudögum ætlum að hafa opið á föstudögum milli 3 og 6, laugardögum og sunnudögum frá 12 til 6 og síðan ætlum við að bæta inn í þetta og þykja þetta með því að vera með viðburð á sviði, svona hlut úr degi á þessum dögum. Akkurat. Og byrjum núna semst helgina með trénu svona sem svona aðal viðburðin, en síðan á sunnudaginn verður hann Anton Guðjóns sem hefur nú verið að spila hérna með Glundróða og hinum við þessu koma og syngja og spila jólalög. Jóhanna Ómars, rosaflott sönguna hérna sjálfur sig, ætlar að koma og syngja fyrir okkur líka og hún Gunnhildur Þórðar verður ásamt, ég held að þetta er Guðmundur sem er undirleikarinn hennar, þau ætla að vera hérna líka á sunnudaginn. Guðmundur Eiríksson. Ég held að það sé hann. Sem spilar undir með henni og hérna, þau ætla að vera hérna líka svona cirka hálftíma hvert og spila og syngja, þannig að það er að gera, ég tala ekki þegar það er svona hlýtt og flott úti. Algjörlega. Fara út, fá sér kakó og hægur vindur og andari bara. Já, en svo ég hjó líka eftir í auglýsingunni að þarna verður rafmagnslest. Já. Hún var ekki fyrir það? Nei, hún var ekki fyrir það og það er eitt af því nýja sem Sigrún er að koma með inn í þetta hjá okkur að þetta er svona smá amerískt í þessu, það verður svona lítið, eitt húsið verður svona lítið jólaþorp með rafmagnslest sem ganga svona í ringi, svona alveg eins og þú sér þetta líka við í bíómyndunum. Mér finnst það svolítið jólulegt. Já, það er það og þetta verður til sýnist, þannig að það er svona kannski meira aðeins líka verið að gera núna að þú getur komið og bara skoðað og notið. Þú þarft ekki endilega að vera
Sumum finnst þeir kannski bundin að þeir verða að kaupa eitthvað eða þeir eru að fara að skoða eitthvað það er komið og notið upplifun bara farið og setið þess úti og sé lestina fengið bara vera með bara hafa gaman af þessu nákvæmlega og eigum að svona andarólega og vera ekki ómiklu stressi svona í kringum hátíðina líka bara fara út og njóta ekki búið að vera svolítið stígandi í þessu jólatorgs stemningu síðustu ár? Jú, svona hægt og rólega við höfum ekkert farið og gist það er auðvitað ekkert mál að fara og reyna að henda einhverjum 10 milljónum í þetta og kaupa þetta allt saman og gera þetta en við höfum ekki farið þá leiðina heldur frekar höfum við reynt að byggja þetta upp og virkja fólki eins og við getum og maður hefur allan að þá trú að á endanum þá muni það skil okkur meiru heldur en að eyða bara endalausum peningum við getum nýtt þá í eitthvað annað eitthvað sem er bara þarfara kannski eftir í hvernig spurður En þetta er náttúrulega sett upp þannig þetta jólatorg að þú veist, fólk á að vera velkomið í garðinn og þetta er bara þarna á að vera þessi einstaka jólastemning. Já, þannig vil maður sjá það í rauninu og gaman að sjá bara í rauninu alltaf yfir því að yfir desember mánuð þá eru leikskólarnir að kíkja hérna yfir daginn og einhverju bekkjur og grunnskólanir sem fara hérna í göngutúra og vera að njóta þess bara að fara þarna þegar þeim hentar og það er bara æðislegt og maður biður í rauninu bara alla að aðstóðast við það að halda honum líka í lagi það er náttúrulega, og kannski maður biðla til þeirra sem finnst gaman að skemma hluti eða taka leifum þess að vera fyrir okkur öll við erum lendið nú strax á fyrsta degi að það er búið að íta við köllum og það er verið að brjóta glugga sleppum þessu bara það var gert í fyrra það var gert í fyrra og það er alltaf einn og einn svartur söður en ef þið eru að hlusta leifið þessu bara vera og þetta eru kannski litlu sískin ykkar eða börnin ykkar, maður veit ekki hvað aldur það er sem er að gera þetta nákvæmlega þannig að leifum þess að vera núna yfir hátíðirnar og alltaf í rauninni látum eigur annara í friði sínum smá þroska nákvæmlega heldur betur en helgina það verður heitt kakó, pippakökur og allur pakkin og bara allir velkonir og jólatónlist ómandi út um allt þetta er æðislegt tengjum okkur við út á Suðurland og það verður Já, þá verður bara pullandi jólatónlistum helgina. Það er bara þannig. Nákvæmlega. Eitthvað meira Bragi að lokum? Nei, ekki svona helst það. Þetta er það sem er aðalega í gangi hjá okkur núna. Svo eru þetta bara þessi formlega heitar vinna sem er í gangi hjá öllum sveitafélögum. Það er allir í fjárhagsáætlun að vinna og útdeila peningum og svona. Þannig að það er kannski, það nennir enginn að hlusta það í útvarpinu. Ég er að fá mynd í hendurnar frá því fyrra. Já. Það er ekki rétt fyrir mér? Jú, þetta er senni fyrra. Ég þyrfti nú að posta þessu bara á Facebook hjá okkur. Endilega. Þetta er ofsalega flott mynd af jólatorginu. Já, bara svona kannski er örlítið rennum yfir. Náttúrulega við verum opið núna allar helgar. Næstu helgi er opið hjá okkur og fullt af viðburðum á sviðinu og aftur í desember. En svo náttúrulega er kannski stærsti viðburður svona svo við bara byrjum að vekja upp. Það er náttúrulega þarna 13. desember þegar jólasveinarnir koma. Þannig að svona bara til að stinga því að fólki að vera í bænum laugardaginn 13. desember þegar þeir koma. En líka í kringum jólið þá er svona kannski aðeins minni verkefni sem við erum með líka sem er samt mjög skemmtilegt sem eru jólagluggarnir. Já, ég ætla með þetta að koma að því. Já, það er þá fáum við stofnanir og fyrirtæki með okkur til að skreita eitt glugga hjá sér og inn í hann setjum við staf sem við erum búin að brjóta niður úr svona ákveðni þraut og krakkarnir fara síðan á milli gluggana í desember, finna stafinn, setja hann inn í þrautina og að endanum verður til einhver setning sem allir geta lesið og þau svara spurningum og skila inn og geta unni til veluna. Þannig að þetta hefur verið rosa gaman og gaman að sjá hvað fyrirtækin og stofnarnir svona skreita þetta bara á sinnhátt. Og þetta byrjar þá væntanlega 1. des eða? Byrjar 1. des og þá byrjum við í bókasafninu á Selfossi og það ætlaði að vera með gera smá úr þessu við ætlum að opna klukkan 5 og klukkan 4:30 verður sýning að Trölli stál jólunum sem frá leikrit og síðan ætlum við að opna klukkan með við klukkan 5 1. desember og svo verður bara reki kolli fyrirtæki og þetta fer inn á heimasíðunum og mjög fljótlega. Við erum að klára að fylla gluggana þannig að ef einhver er að hlusta og er með fyrirtæki og langar að taka þátt að þá geta þær haft samband beint mig bara upp í ráðhús eða senda bragi@árborg.is og óskaði eftir að fá að vera með og við reynum að finna dagsetningu sem hendar. Nákvæmlega. Þannig að gera að taka þátt ef þið getið. Svona lókum með jólatorgið er of seint að fyrir þá sem vilja vera með eitthvað uppákomu að hafa samband? Alls ekki, við bætum bara við eins og við getum Þannig að þeir sem hafa áhuga bæði að koma og spila eða er að gefa út bók eða geisladisk og vilja koma og kynna bara guð velkomið að koma og taka þátt í þessu með okkur. Það kostar ykkur ekki neitt og sama ef þið viljið koma í húsin og fá að selja eitthvað hvort sem það er í umboðsölu eða standa þarna sjálf og selja að þá getið haft samband við hana Sigrúnu í 618 5000 og það er allt inn á heimasíðunni hjá okkur undir hnappnum Jóli Árborg. Nákvæmlega.
og eða senda henni post á sigrun@pax.is. Þannig að að gera þeir sem vilja taka þátt. Glæsilegt, Bragi Bjarnason, takk fyrir spjallið og hafa gott helgina, það komið helgi aftur. Já, hann hókar. Góða skemmtun. Já, takk sem leys. Takk.